Þorgrímur, þú hefur verið á ferðalagi hérna Norðurlandið undanfarna daga og verið að halda fyrirlestra fyrir nemendur 10. bekkjar og foreldrar þeirra. Hvað ertu að tala? Ég að tala rauninni eitthvað sem brennur á okkur öllum. Það kannski bara að ná betri árangur í lífinu, að hafa hugrekki til að fara út í þægindahringinn sem við erum mörg hver föst í. Ég að hvetja krakkana til að bara elta drauminn sinn, koma fallega fram. Ég segi dæmisögur af fólki sem hefur svona náð góðum árangri. Ég kenni þeim að setja sér markmið vegna þess að rannsóknir sýna að þeir sem setja sér markmið skriflega að þeir ná góðum árangri. Og síðan teikna ég upp svona hjól lífsins þannig að krakkarnir geta gefið sér einhvern hvernig þau standa sig heima í íþróttum, varðandi mataræði og fleira. Þannig að ég rauninni skýri þennan fyrirlestur kannski bara, við erum ástfangin á lífinu og náum hámarksárangri og við skulum ekki vera að kenna öðrum ef okkur mistekst. Því ég held að við þekkjum það flest hver að vera oft svona að þetta ekki mér að kenna og ég dett út úr liðinu og það þjálfarinn. Þannig að ég rauninni bara kem inn í lífsleikni tíma í 80 mínútur, sýni 4 myndbönd sem tengjast fyrirlesturinnum aðeins og nýt þeirra forréttinda að heimsækja einhvern einasta skóla á Íslandi. Og það líka gaman að segja frá því að þetta skólum á kostnaðarlausu, sveitarfélögum á kostnaðarlausu, ráðuneyti borgar ekki neitt, heldur bara 2 fyrirtæki sem líta á þetta sem samfélagsverkefni. Hagkaup og Bónus setja styrki í þetta, þannig að þess vegna ekki að gera þetta. Og mér finnst algjör forréttindi að fá að hitta unga fólki sem að fara, klára 10. bekk og fara út í lífið. Og það sem líka heldur mig dálítið gangandi það að ég fæ fullt af sögum seinna. Ég fæ póst frá foreldrum, ég fæ póst frá krökkum, ég kem í skóla aftur og heyri frá skólastjóra, Þorgrímur, nemandi sem hlustaði á því fyrra, hann setti undir sig hausinn, fór að læra eins og maður og fékk framfaraverðlaun skólans. Og auðvitað hvetur þetta mig til dáða. Ég segi bara ef maður nær að ná einum nemanda og virkilega hjálpa honum á rétta braut, eða hvað rétt braut, eða allavega styðja hann, að þá tilgangurinn af. Þú kallar þessa fyrirlestraðina láttu drauminn rætast. Já. En hver draumur í 10. bekk? Já, það akkúrat málið. Hér eru kannski 30 krakkar, þeir eiga ólíka drauma. Draumar sem betur fer geta verið mismunandi, það hreinlega bara kannski að fara í ferðalag, komast í lið í fótbolta, verða bóndi, verða flugstjóri, hvað nú allt jafn merkilegt. Og draumur eða markmið eða einhverja óskir, hvað þetta heitir, skiptir ekki máli. Aðalmálið bara að mér finnst skipta svo miklu máli að þegar við verðum eldri að við séum ekki alltaf að líta tilbaka með eftirsjá og segja ég vildi, ég hefði. Af því við vitum það að það oft óttinn við að gera mistök og óttinn við að vera gagnrýndur sem heldur af okkur flestum. Og þess vegna ég bara að hvetja krakka til að segja og segja við þá, krakkar látið draum ykkar rætast, hver hann? Og ég þarf ekkert að vita það, þannig ég bara slappið í stálinu. Og sem sagt alveg bara full þörf á því að tala þetta við ungu kynslóðina? Ég held að sjálfsögðu að kennarar allir að leggja sig fram. Þjálfarar og svo framvegis, það náttúrulega ákveðin kostur. Ég kem inn í skóla sem gestur í eitt skipti, þau þekkja mig sem rithöfund, þannig að ég fæ ofsalega mikla athygli, það að segja þau hlusta á mig, þau bara hlusta í 80 mínútur. Krakkar í dag í þessum aldurshópi eru æðislegir. Og ég fullyrði búin að segja það ofta svona 98% af krökkum á flottir leið. Mér dugar alveg að standa og horfa í augun á þeim í 80 mínútur og skynja hvernig persóna þið eru. Þannig að já, mér finnst við foreldrar, við kennarar, hver sem það þarf virkilega að hvetja þessa krakka til dáða alla daga. Við þurfum á því að halda. En finnst þið vera tökkur í þessari ungu kynslóð? Nú eru margir sem hafa í rauninni bara miklar áhyggjur af tölvunum og hvernig þær séu í rauninni að fara með unga fólki? Tölvurnar og símarnir veita bara ákveðin tækifæri sem við kannski höfðum ekki. Ég meina nú tala að Facebook séu niðurlega, þetta fer allt í endurnýjun lífdaga. Jafnvel þótt við áhyggjur kannski krökkunum okkar. Strákurinn minn 13 og hann talar frábæra ensku. Ég myndi halda hann fyrir Breta ef ég þekkti hann ekki. Þannig það ekki bara sjónvarpsglápið að þakka og tölvunotkun. En síðan ákveðnar reglur líka sem þótti gaman að geta sagt frá. Að til dæmis strákurinn minn, hann má ekki fara í tölvu eða nota símann og horfa sjónvarp. Nema við erum búin að lesa 10 blaðsíður í bók. Þannig að við sem foreldrar getum sett reglur og sagt jú, þú mátt gera þetta ef þú stundar íþróttir eða lest bækur og svo framvegis. Í þess að vera kannski eftirlitslaus. Þannig að við sem erum eldri getum ekki stoppast að þróun, hann bara vinna með krökkunum og líka hjálpa hann bara að forgangsraða ef við getum.
Þetta þriðja árið sem þú ferðast landið og heldur fyrirlestra og ert semst fyrir Brekkuskóla í dag. Finnst þér einhver munur vera á krökkum á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu? Í fljótu bragði myndi ég segja nei. Mér finnst reyndar sko, ég þekki fjölda fólks sem rekur fyrirtæki og þeir segja mér mörg hver að þau vilja frekar ráða krakka til starfa sem komið utan á landi. Að þau séu bara harðgerðari, duglegri að vinna og kannski leggja sig meira fram. Ég get ekki dæmt það, af því ég sjálfur utan á landi, kem til Reykjavíkur. Og krakkarnir hlæja oft því ég tala það, því að krakkarnir í dag hafa öll tækifæri lífsins í höndum sér og það ofsalega mörg og flott tækifæri. Þau vita það sjálf að mörg hver eru löt. Þau vita það sjálf, því ég tala það bara hlæja þau. Vegna þess að þau vita sko, það er svo freistandi verið í símanum, verið í tölvu og horfa á sjónvarpið, en ég nenni ekki þessu, nenni ekki hinu. Og það akkúrat, ég held að sé engin munur á landsbyggðarkrökkum eða Reykjavíkurkrökkum í höfuðborgar hvað það varðar. Þannig að allt þetta rosalega flottir einstaklingar og ég geti alveg hugsað mér bara setjast niður með hverju þeirra og bara ræða lífi og tilveruna, ef ég hefði tíma til þess. En ef þú átt eitt ráð að gefa foreldrum sem vilja hvetja börnin, hvernig eigum við að hafa? Guð minn almáttugur, það mjög mikið ábyrgðar hlut að gefa ráð eins og að halda fyrirlestra. Ég á sjálfur 3 börn og stundum, ég ætla að segja það á ensku, you have to be cruel to be kind. Stundum þarftu hreinlega bara að vera verulega strangur til að fá ákveðið fram eins og heimalærdóm, íþróttir og fleira. Krakkar vilja aga. Jafnvel þóttu reyna alltaf að ganga eins langt og þau vilja. Og mér finnst foreldrum í dag vanta úrræði. Mér finnst foreldrum vanta hugmyndir annars staðar frá hvaða hjálp get ég fengið til að taka krakka minn frá tölvunni, frá sjónvarpinu, frá símanum og hjálpa honum betur í námi. Og auðvitað vitum við það erfiðir tímar á Íslandi, foreldrar þurfa að vinna mikið sem þýðir það að þau geta sinnt börnunum sínum aðeins minna. Þannig að þetta svona pínu samfélagsvandamál sem ég vonandi í rólegheitum við getum undið ofan af. En þú ert að gera meira heldur en bara að ferðast landið og halda fyrirlestra. Þú varst valinn borgarlistamaður Reykjavíkur á síðasta ári og ert ekki að vinna niður í bók líka? Jú, það að vera borgarlistamaður því fylgja engar skyldur, engin ábyrgð, ekki neitt kannski því miður. Ég hefði alveg viljað koma einhvers staðar að fá að tala og opna eitthvað og ég gerir stundu grín að því að ég fer á kaffihús í Reykjavík að því að borgarlistamaður þarf að sitja og láta sjá mig, sem náttúrulega bara vitleysa. En jú, ég að skrifa núna verulega spennandi unglingabók sem heitir Hjálp, sem kemur út næsta vor, næsta haust. Og það mjög freistandi stundu því ég tala við krakkana að minnast á það, ég náttúrulega geta það, ég í annarri vinnu. Hún fjallar bara 5 ungmenni sem rænt af erlendum aðilum. Það lítur út fyrir að krakkarnir hafa lent í bílslys og farið í Jökulsá og séu dáin, en þeim rænt og það keyrt með á Vesturfirði og þau búa við þá ógn og bókin fjallar það að krakkarnir reyna að flýja úr skólabyggingu til að bjarga lífi sína í stuttu máli. Ég vil helst ekki segja mikið meira. En þessi boðskapur sem þú varst að kenna mjög sem fyrirlestur, hann ekkert að smitin í bæ? Já, sko, ég náttúrulega, kostur góðs rithöfundar náttúrulega að vera með leyndan boðskap. Og þetta reyndar sko væntanlega grimmasta og mest spennandi bók sem ég hef skrifað. Þannig ég get ekki beint sagt að séu mörg svona skilaboð þannig séð ekki nema að krakkar að standa saman. En engu að síður ég að færa ákveðin raunveruleika erlendis frá inn í þessa bók sem blasir við ungmennum í öðrum löndum. Það ákveðin ógn og mér langar til að þessi krakkar hér átti sig á því að þetta getur líka gerst á Íslandi.